Þetta yfirferð á verkefni 3 í vegferðum 2 árið 2018. Verkefni snerist það að útfæra vefþjónustu sem leyfir að skrifa, lesa, breyta og eyða minnisatriðum og gefinn ákveðinn grunnur að einingu sem á að sjá meðhöndla þessi minnisatriði í Node.js. Síðan einnig gefinn API JS sem gefur vefþjónustu skil sem gefinn hér skilgreining á. Í verkefninu var svona eiginlega ætlast til að aðskilja á milli þess sem var API-ið og þessar einingar sem séum að meðhandla þessi minnisatriði. Þannig að vefþjónustan kæmi sem lag ofan á þessa virkni. Gefin voru curl dæmi fyrir vefþjónustuna og nokkrar leiðbeiningar útfærslu og síðan átti að setja verkefni upp á Heroku. En sýnlausnin hér á GitHub og ef við skoðum hvernig hún lítur út þá getum við skoðað hérna hvernig API-ið fyrst að nota í raun og veru þessi föll sem koma hér úr Nodes og það sem gert fyrir hvert rát hér sem eru síðan skilgreind í rátari hérna neðst sagt í raun fyrir get á rótina köllum við nodes route og vefjum það hér með cats errors þar sem við erum að nota async og await en ef það kom upp einhverjar villur sem við meðhöndlum ekki þá munum þær verða meðhöndlar hérna í þessu cats errors sem mun vísa þeim áfram í villumeðhöndlun sem gefin hér í app.js. Hér bættist við fyrir dæmi í fyrirlestri course-headerar til þess að við getum kallað í þessa vefþjónustu úr öðrum forritum og hér að nota .env til þess að geta sótt upplýsingar úr environmentinu fyrir gagnagrunninn sem við erum að vista og nota. Þannig hér gagnagrunninn sem keyrir fyrir þessa lausn og við keyrum hérna bort í 3000 svo þetta geti gert á Heroku. En sem sagt, API-ið hér fyrir hvert rát. Nodes-rátið kallar hér í read all fallið úr þessu einingunni, býður eftir því svari og sendir það svar áfram. Create tekur inn þessi 3 gildi úr body en við tökum við JSON upplýsingum úr vefþjónustunni, sendir þau áfram í create úr einingunni. Ef það success þegar það fallið keyrt, skilum við, ef það ekki success, skilum við hér 400 villu. Það sem við gerum ráð fyrir að það sem klikkir sé eitthvað í gögnunum sem notandi sendir inn og sendum það áfram þessi validation gögn. Ef að allt hins vegar í lagi þá sendum við áfram 201 sem status kóðan fyrir created ásamt iteminu sem búið var til. Þegar við sækjum start node þá tökum við hér ID-ið úr params sem þá þetta hér sem sótt hérna í úrrátinu, þannig að við gerum /1 og sækjum við hér node nummer 1. Ef að það success, nodið finnst ekki, ef það ekki success, þá sendum við 400, ef að við fáum nodið hérna, þá sendum við það áfram, svo bara með þá sjálfgefið hérna 200, en annars sendum við 404 villu með skilaboðunum það að node hafi ekki fundist. Puttið sér nota til þess að uppfæra node og þá þurfum við bæði að taka ID úr rátinu og ný gildi sem á að setja í staðinn fyrir þetta og við sendum það hérna inn í update með ID og gögnunum og ef við fáum ekki success og einhverja validation villur þá skilum við því. Annars ef við fáum ekki success og not found, hérna þetta tvíteki fyrir einhver mistök, þá sendum við not found, annars segjum við 201 created, þannig að geti verið 200, ok, fyrir í raun uppfærslu á þessu og að lokum höfum við hér delete, þar sem við tökum ID af því sem við á að deleta. Ef að það gekk upp, þá sendum við 204 sem status kóð fyrir no content og í raun tóma JSON hlutin, annars sendum við 404 að node hafi ekki fundist. En útfærsla á þessum
þessari einingu er í raun þannig hér vantar að gera npm install en við notum hér .env þannig við sækjum hér gagnagrunns tengistrengin okkar og hefum hér síðan 2 hjálpaföll, annað til þess að validata node og hitt til þess að gera SQL query og það sem þessi validate node fall gerir er í raun að taka inn almennt node sem er þá með titli, texta og datetime nota hérna validator kóðasafnið til þess að staðfesta hér að title sé strengur og að title sé annarkvort af lengd 1 eða hámarki 255 stafir og ef þetta er ekki uppfyllt þá pússum við hér í þetta villufylki villunni sem er þá í raun tiltekur hvaða fíld villan á viðum og hvaða vill að koma upp sama hérna fyrir texta ef að texti er ekki strengur þá segjum við að texti verður að vera strengur og að lokum fyrir datetime ef það er ekki strengur þar sem við tökum við strengnum á ISO 8601 formi og síðan keyrum hérna validator fyrir það form og ef það er ekki gilt þá sendum við upplýsingar að það sé ekki gilt. En ef við prófum núna að búa til node fyrir við fyrst hérna og keyrum npm install fyrir lausnina þar sem það er ekki tilbúið og keyrum síðan npm start þannig er eitthvað skrítið í gangi skoðum við package.json hér hefur eitthvað klikkað með þetta þannig við installum validator það var í raun villan sem við verðum að benda okkur á hérna og að XSS sé ekki til npm install XSS og segjum það svo það sé örugglega skilgreint hérna í package.json mjög líklegt að það hefði eitthvað misfarist en þá getum við gert hérna npm start og serverinn þá kerandi hér ef við öppnum það í vafra þá fáum við í raun get árótina og hér er í raun einhverjar nótur frá því að farið var yfir þessa lausn í tíma en ef við opnum þetta síðan í postman þar sem við getum gert í raun þessi köll með öðrum HTTP methodum þá sjáum við hérna við notum get þá fáum við þessi gögn hérna á JSON formi ef við gerum síðan post þá þurfum við í raun að tilgreina hérna hvernig við viljum ekki senda þessi formdata við viljum að senda þessi URL encoded ef við sendum hérna bara eitthvað beint þá fáum við bad request þannig að þá erum við í raun að lenda í þessari villu meðhöndlun þannig að flæðið er í raun það að við erum að posta á slash sem fer í create route sem sendir hér inn í await create sem sendir þessi gögn úr body sem eru þá þau gögn sem við erum að senda og við erum ekki að senda neinn gögn þannig að allt þetta hér er undefined þetta fer áfram í create fallið hér sem er hérna og hér í raun erum við að taka inn þessi gögn hérna við höfum aukalega þetta jafnt og tómi objektin hérna því í raun ef að kalla því þetta fall með engu þá mun title, text og datetime vera skilgreind en allt undefined ef við fjarlægjum þetta og köllum í fallið myndum kalla í fallið svona myndum við fá villu þegar við síðan reynum að nota breyturnar hér sem þær hafa vörðu ekki til við deconstruction þá er kallað henni validate node sem að falla sér og fara yfir á hann og það er við lendum í því að fá allar þessar villur upp hér en núna ef við sendum gögn þá veljum við hér raw og veljum JSON og við viljum senda JSON og sláum hér eitthvað inn þannig að við uppfyllum hérna fyrstu skilyrðin og sendum það og þá dettur það út uppfyllum annað skilyrði hérna text hello og hérna ISO 8601 date time og við veitum að það er einhvern veginn svona
og þá varð nótan til. Það er það sem það gerist í create fallinu, er það að þetta validation length er 0, þannig að þetta, við fyrir ekki hér inn og skilum ekki þessum hlut hér sem í raun hjúpar allar þessar upplýsingar sem við þurfum það hvort að það sé í raun success, hver validation villunar eru þá og hvert itemið heldur fyrir við hér áfram og hér hreinsu við, passum upp að það sé ekki möguleiki á cross-site scripting upplýsingum ef við myndum síðan birta þessar upplýsingar einhverstaðar annars staðar í einhverju öðru vefmóti, útbúum síðan queryið sem að insertar þessu í gagnagrunnin, en skemað hér fyrir gagnagrunnin, það er ID sem er serial, þannig við þurfum ekki að senda það inn, date time sem er timestamp við timezone, title og text, þannig að það er hér og til þess að passa upp á injection árásir þá notum við hérna parameterized query sem er í raun í þessu query falli, en það sem það gerir hér er að taka við queryinu, gildunum, opna tengingu við gagnagrunnin, bíða eftir því, skilgreina hérna result breytu, reyna síðan að keyra queryið og að veita það, ef að það kemur villa þá fórum við hér og lokum þá villu, þróum, sem þýðir að við munum grípa það að lokum í gegnum þetta hér í villu meðhandlunum okkar hérna og finally, þannig að við lokum alltaf tengingunum við gagnagrunnin og ef að við þróum ekki þá skilum við resultinu. Þannig að í create sem er hérna þá fáum við hérna resultið og við vitum það að þegar við erum með inserta með returning stjarna þá getum við skila hérna result rows 0 sem skila þá í raun fyrstu röðinni fyrir insertið sem er þá það sem við vorum að inserta, við sendum það áfram inn í API-ið og hér er iteminu skilað sem er þá nákvæmlega þetta hér. Síðan þegar við erum að sækja nú byggum við til aðra, þegar við erum að sækja hérna rótina þá erum við að gera mjög svipaða hluti nema við erum ekki að senda inn gögn, en þá hefur við þetta lokum svona, þannig að við sjáum hverju ekki hérna, þá er þetta read all, þá erum við að gera select skipun sem að select bara allar nodes, sendum það hérna inn og skilum síðan rows og fyrir staka node þá selectum við það sem nákvæmlega ID-ið er það sem sendt var inn, bíðum eftir þessu, ef að við fengum nákvæmlega lengdina 0 sem þegar við fundum ekki neitt þá skilum við null sem mun vera gripið hér, þannig að ef að þetta er í raun node 0 þá mun þetta ekki keyra, heldur mun við fara hingað og annars skilum við hérna rows 0 og síðan höfum við fyrir update þá erum við að gera þetta mjög svipað það sem við verðum að gera í create nema að insert verður að update skipun þar sem við erum í raun að setja alla dálkana með nýja gildinu sem við sendum inn. Þannig þá getum við sótt hérna node nummer 8 selectar það og puttum það og putt hefur semantíkina að við ætlum í raun að uppfæra alla reyti og uppfæra það í þetta hér þá fáum við hér sömu gögn á ID nummer 8 en þá er það fylgir það sömu lógík og að ofan nema að ef við fáum row count saman sem 0 þá klikkaði eitthvað í því að reyna að uppdata þetta þar sem við reyndum að uppdata það sem ID er jafnvel ekki til og þá segjum við að vill hafi komið upp annars segjum við að þetta hafi gengið og skilum hérna iteminu og lókum til þess að deleta þá erum við að keyra hérna sama eftir sömu pælingu ef við erum að deleta og það gekk upp þá fáum við row count sem er nákvæmlega 1 annars er það ekki 1 og þannig getum við vita hvort það hefur gengið eða ekki.
Síðan ef við setjum þetta upp á Heroku þá getum við búið hér til nýtt app 2018 VAF3 sýnilaust. Gerum það á Europe, búum til appið og við þurfum SQL gagnagrunn. Þannig að við sækjum hérna Postgres, provisionum hann og fáum hérna í deploy. Við ætlum að nota þetta hérna, við ætlum að hér er browserinn að biðja um fav-icon sem er ekki meðhandlað. Litlu meðhandlun í þessu dæmi mætti bæta einhverju leyti. Þannig að tók ég úr klippbortinu, svona. Bætum við þessu. Ekki rétt skráð inn. Og þá getum við keyrt hérna þessa skipun. Getum við staðfesta að það sé hérna með að gera þetta. Þetta er á GitHub, þetta er á Heroku og við gerum git push Heroku master. Býðum eftir að þetta geri. Build succeeded. Síðan þess að búa til gagnagrunninn er hér create db skrifta sem tekur þetta út database öll í env, opnar skema SQL skjalið, keyrir það inn og býr til skemuna. Þannig að við getum byrjað að setja eitthvað inn í gagnagrunn. Þá getum við keyrt það með að gera Heroku run node create db.js. Við keyrir þetta skript á Heroku, schema created sem er það sem við skrifum hérna út og þá getum við opnað þessa lausn hér. Þá ættum við að fá tóma fylkið hérna. Nei, fáum millu. Þá getum við skoða loggana hérna til að sjá hvað er að. App crashed. Ekki hvað er í gangi hérna, en þá getum við prófað að gera restart all dynos. Slökkva og kveikja, sjá hvort það lagist á. Nei. Þá séum við hérna að cannot find module validator. Þannig að eitthvað hefur klikkað aftur í því að vista þetta. Þetta er eitthvað dubious. Já, það gleymdist náttúrulega að pússa þessum breytingum sem ég gerði áðan. Þannig að við gerum git add git commit add missing og gera þetta á íslensku, bæta við dependencies sem vantar og púsum því á GitHub strax Heroku master og þá þurfum við að bíða eftir því að svona gleymum maður stundum, þá hinkar maður eftir þessu. Og komið. Nú ætlum við að fá tómafylkið. Hérna er tómafylkið. Við fyrir núna í Postman, skiptum þessu út fyrir þetta hérna, gerum post, send, þá fáum við hérna nýja nót, refreshing hér, þá er það komið.